Komið sæl og verið velkomin í þáttinn Militech Motorsport. Eina efnið á dagskránni í kvöld er fyrsta umferð Eimskip Norðurlandameistarakeppninnar í torfærakstri. Við höldum til Stokkólms og fylgjumst þar með fyrstu umferðinni. Það voru 11 bílar skráðir til leiks í sérútbúnarflokknum og 8 í götubílaflokki. Hér er Þórir Sjött kominn með nýjan stýrisbúnað eftir átök í fyrstu keppni sumarsins heima á Íslandi. Og Gísli G. Jónsson virðir hér fyrir sér bíl Þorsteins Jónssonar. Ég hitti þá Þórir Sjött og Gísla morguninn. Já, Þórir, hvernig líst þér á þessar brekkur? Það eru talsvert lengri heldur en við séum á Íslandi. Já, það eru lengri og lausari. Þetta er dálítið lúmskag brekkur því að þetta er mjög laust í þessu. Algjört reyk, þetta minnir dálítið á Egilsstaði en er í rauninni enn lausan en það. Þannig að við höfum ekki áður lent í svona. Hvaða þýðingu hefur það? Það þýðir það að það reynir enn meira á hæfni ökumannsins við að stýra bifreiðinni því að ef við missum ferð þá er dæmi búið, við gröfum okkur bara niður á staðnum. Þannig að það þarf að halda ferðinni meðan ekið er og þetta eru langar brekkur, þannig að endahliðin eru hátt uppi, þannig að eina hættan er að ef maður endast þyngst þá fyrir maður að velta hérna niður en það skeiði eins og allt. Það líta nú ekkert svona brattar út eins og við höfum oft séð á Íslandi. Er nokkur hætta á veltum hérna? Það er alveg hægt að velta líka út af því að akkurat er laust og þá ná bílarnir ekki svo mikil ferð áfram og þá reynir að allur þunginn á bílunum liggur á afturhásingunni. Þannig að þegar hann lendir í barðinu og er á lítilli ferð þá kemur þetta moment sem vil henda honum aftur fyrir sig. En ef við náum góðri ferð upp í þetta þá flýgum maður upp. Þannig að það er bara að standa. Mér líst þér á sænsku bílana hérna? Mér líst ágætlega á þá. Mér finnst samt þeir séu á eftir okkur þannig að ég held að við eigum að hafa þá. Og Íslendingar í 1.–5. í sérútbúnarflokknum. Já, það vona ég. Já, Gísli, hvað fyrst í morgunmat? Ég fekk korflex og svo fekk ég mér eina góða kókumálskoði til. Og tilbúin í slaginn? Já, já. Hvernig líst þér á brekkurnar hérna? Mér líst vel á þér. Það kom mér allavega. Þú búin að prófa bílinn í þessu lausa jarðvegi hér? Já, gerði það í gær og það kom mjög vel út. Er þetta líka þessu við einhverja keppni upp á Íslandi? Það er að segja jarðveginu? Þetta er svona svipa efni og er sennilega á Egilsstöðum. Stundum þeirra mjög þurrt. Gæti giskað á. Þurfum við að keyra öðruvísi hér í þessum brekkum heldur en þið hafa verið að keyra á Íslandi? Nei, ég held ekki sko. Þetta er náttúrulega langa brekkur og mikið að liðaralla og ég er rauninni ekki skoðað mjög vel, þannig að ég get volið dæmta kannski þannig. Nú tala Þórir Sjött það að menn verða að halda ferð hér. Já, það verður að gera það. Það er semst verið röskur á stað og halda ferðinni í brekkunum. Kemur ríkið til með að trufla ykkur eitthvað? Ekki í þrautunum sem slíkum en kannski leiðist fyrir áhorfendur. Fyrir það að klára braut refsilaust fá menn 300 stig eins og áður. Þó hefur reglum aðeins verið breytt fyrir að snerta dekk eins og Gísli er að gera hér. Dragast 20 stig frá heildar niðurstöðu þrautarinnar, það er að segja stigunum sem menn fá fyrir að klára. Hér er Þorsteinn Jónsson að gera það sama. Hann snertir dekk og missir 20 stig. Fari menn hins vegar yfir dekkið með hjólbarðan inn að miðju bifreiðarinnar tapa menn 40 stigum. Og séu dekkin tvöföld eins og í þessu tilfelli þá tapast 80 stig. Hér er það sama að gerast. Hér er Ragnar Skúlason að fara yfir dekk og tapar 40 stigum. Í öllum þrautum eru svört dekk á vinstri hönd og sé farið hér svona langt út fyrir þá tapast 60 stig og ef tvöföld dekkjasamstæða er í hliðinu þá tapar menn 120 stigum. Hangi aðeins eitt hjól inni í braut eins og hér gerist hjá Sigurði Jónssoni þá dragast 100 stig frá keppanda. Heimilt er að bakka í brautum eins og þurfað þykir þó aldrei lengra heldur en bíllengd og bíllengd miðast við mitt framhjól yfir í mitt afturhjól. Sé stöðvað tapast 10 stig og 30 að auki fyrir hvert bakk. En við hefjum leikinn í götubílaflokki og hér er það Þorsteinn Jónsson sem fer fyrstur á stað í fyrstu braut. Það er hlíðarhalli og hann endar síðan niðri og hann fær 300 stig. Þá er það Henrik Vesara frá Svíþjóð. Og hann missir bílinn hér niður í hlíðarhallanum, tekur eitt dekk og nær ekki að klóra sig upp í hlíðarhallan aftur og fer hér niður fyrir og er flaggaður út. Það er 190 stig. Þá er það Ragnar Skúlason á Íslandi.
ferðinni, fær þó dekk hér undir miðjan bíl og fær 250 stig. Það eru 4 dómarar í hverri keppni, það eru 2 sem dæma við langt keppendur fara. Hér er kominn Magnús Karlsson frá Svíþjóð og síðan aðrir 2 dómarar sem dæma allar þær refsingar sem keppendur fá. Eins og heyra má þá er þessi bifreið með Volvo-vél og hún dugar þó til þess að rúlla honum hér. 200 stig. Það voru 6 þrautir í hvorum flokki og er kominn hér Sigurður Jónsson. Og nú er að hanga uppi í hallanum Sigurður. Laglega gert, snertir þó hér 1 dekk og tekur 1 í endahliðinu, fær 240 stig. Hans maki frá Svíþjóð. Þetta er 8 stróka Willys bifreið. Og sjáu þetta. Þeim leist satt að segja ekki á brautirnar Svíjónum. Þeir voru óvanir svona torfæru, íslenskri torfæru. Og það kom í ljós strax í upphafi eins og sjá má. Það var að Þorgeir Jóhannsson frá Noregi. Hvergi smeykur nema bara pínlítið smeykur að velta og fer hér upp fyrir hlið og stemdi beint á myndatökumann okkar. En hætti þó við, 140 stig og Sören Bergman frá Svíþjóð. Eftir að hafa hort á aðfarirnar sem að búnar voru í þessari braut þá lagði hann ekki meir en þetta. Það var Henrik Wesa í þraut nr. 2. Við þurfum að fara svo litið hratt yfir sögum. Það er sama sagan, það er hlíðarhalli yfir þessa öxl og hann fer nú hér vel yfir þetta dekk. Og bakkar þar að ekki, þar fara önnur 40 stig. Það er 220 og kominn með 410. Það var Ragnar Skúlason. Ragnar fekk 250 stig og var í 3. sæti eftir fyrstu braut. Laglega gert Ragnar. Og nú bara kláraði þetta aðeins að bakka. Það er 40 stig fara í súginn þarna. 260 og kominn með 510 og skýst þar með upp í annað sætið. Það var að Sigurður Jónsson. Já, þarna tapar hann 60 stigum. Og síðan á þessu bakki ætti hann að tapa 40 stigum, hann ætti að vera búinn að tapa 100 stigum en fær þó 220 stig, 460 stig alls. Og þá var það norðmaðurinn Þorgeir Jóhannsson. Hann ætla greinilega að taka þetta á ferðinni. Reyndist nú vera svolítið viltur undir stýri. 240 stig, 380 alls eftir 2 þrautir. Og Sören Bergman lagði ekki almennilega í fyrstu þraut. Reyndi þó hér, fær 100 stig. Greinilega óvanur að aka í hliðarhalla í svona lausum og bílinn mjög stuttur á milli hjóla og ekki mjög breiður. Þá var það Þorsteinn sem var með forystun eftir fyrstu þraut, fékk 300 stig þar, stefnir á 300 en snertir hér dekk og reyndar annað en fær samt 290 stig, 590 af 600 mögulegum úr fyrstu 2 þrautunum og öruggur í fyrsta sætinu. Þá var það Ragnar í þraut 3. Kominn norðmaðurinn aftur, Þorgeir Jóhannsson, og takið nú eftir þessu, hann er kominn hér langt út fyrir braut, heldur bara áfram og áfram og áfram og okkar myndatökumaður var að gjöra svo vel og forða sér. Við sjáum hann hér fyrir framan jeppan. Við sjáum það að bílinn er kominn inn 8 metra út fyrir braut. Það var að sjá hvað Sigurður gerir, hann var í 3. sætinu fyrir þessa þraut. Sigurður. Of langt til hægri og það hékk ekki nema 1 hjól inn í brautin hér auk þess sem loftið fór úr báðum
hjólum hægra megin og hann fær aðeins 100 stig. Þá erum við að sjá hvað Sören Bergmann gerir hér. Skyldi hann velta aftur? Nei, það er 60 stig. Og Þorsteinn, hann er kominn með nýtt stýri í þennan bíl, samskonar stýri eins og er í sérútbúnaflokknum. Þetta er svo kallað tjakkstýri og gerir honum mun einfaldara fyrir að aka bifreiðinni í þessum þrautum. Og hér fær Henrik Wess aðeins 140 stig. Þá er það þraut 4 í götubílaflokki. Þorsteinn gerir sér lítið fyrir alla leið og næli sér í 280 stig og eykur þar með forskot sitt. Þá er það Henrik Wess aftur. Vélin í þessari bifreið bilaði daginn fyrir keppnina og hann varð að setja aðra 8-strokka vél sem aðeins gaf 250 hestöfl og hann átti því á brattan að sækja í fúlustu alvöru. Hér fær Ragnar Skúlason 200 stig. Þá er það 5. þraut. 7. þraut var það að fella niður hjá keppendum í götubílaflokki þar sem í ljós kom að nokkrar svölur höfðu búið sér til heiður í brautinni. En hér fær Sigurður Jónsson 270 stig. Það voru aðeins 5 þrautir í þessum flokki. Svo þetta er loka þrautin. Sjá hvort að Þorsteinn tekur þetta ekki hér með trompi. Jú, 300 stig og tryggir þar með og innsiglar sigur sinn í fyrstu umferð í Norðurlandameistaramóti í torfæru. Og Ragnar Skúlason fær einnig 300 stig í síðustu þraut og lendir í öðru sæti með 1290 stig. Sigurður Jónsson var í þriðja með 1090, Henrik Wessa frá Svíþjóð með 810, Magnús Karlsson frá Svíþjóð með 700 og Þorgeir Jóhannsson í 7. sæti með 610 stig. Og við skellum okkur beint í sérútbúnaflokkin. Það er Gísli G. Jónsson sem var með rásnúmer 1. Fer hér upp á bakkan, snertir eitt eitthvað leið sinni upp og nú bakkar hann. Og að mínum mati bakkar hann heldur lengra heldur en hann má en sleppur með það. Og fara hér niður og síðan til vinstri og upp aftur. Missir bílinn hér langt niður og það dragast á honum 100 stig fyrir að fara gróflega yfir eitt dekk og hann fær aðeins 180 stig þó hann fari alla brautina á enda. Það var það Lars Jónsson frá Svíþjóð. Og hann læði sér hér upp á bakkan og bílinn snýr ágætlega þegar hann kemur upp í gegnum fyrsta hliði, þannig hann sleppur við að bakka hér með fullt úr stiga en þá. En er óheppinn hér, missir loftið úr hægra framhjóli og fær því aðeins 100 stig fyrir þessa braut þó hann hafi farið ákaflega vel í hann í upphæði. Það var Gísli G. Sigurðsson á kjúklingnum. Og hann skal upp, lendir hér út fyrir hliðið og hvað skildi hafa orðið hann í ryggmeknum. Sáum að hann fekk 0 stig og veltur hér upp á bakkan. Og þá er næstur Svavar Bjarnason. Þetta er íslenskur Svíi, það er að segja Íslendingur búsettur í Svíþjóð og keppir fyrir Svíja að þessu sinni. Og hann er ragur hér á fyrsta barði og lendir langt út fyrir, fær 50 stig. Og hann stemdi á myndatökumann okkar, það er einhver líkar en að segja einhver álög á okkur sem að störfum að þessum þætti, en gera ítrekkaða tilraunir til þess að mæta okkur. Og Svavari Bjarnasyni tekst það nú ekki hér. 50 stig, fyrstu þraut. Það var að Þóri Sjött. Laglegt, hann virðist nú hafa komið örlítið við dekkið, en sjáu þið, með beygjur að aftan, þá þarf hann ekkert að bakka. Og aftur hér. Lendir ekki eins neðarlega eins og Gísli. Það er nánast refsilaus þegar hann kemur hér upp á bakkan. Klárar þetta með glans en tapar 40 stigum á að snerta dekkið. Keyra yfir það reyndar að mati dómarana. Þá er það Peter Egelund frá Svíþjóð.
Það má segja að þetta hafi verið lipresti svíinn en hann fer hér gróflega út fyrir og ætti að tapa þarna 120 stigum. Það er tvöföld dekk vinstra megin í fyrsta hliðinu upp á brúnina og hann á að tapa 60 stigum fyrir að fara svona langt út fyrir og þar að ekki bakkar hann hér vel ríflega bíllengt. Þannig að hann ætti nú ekki að fá mörg stig hér. Og hann stoppar hér, það er 130 stig þó hann hafi farið þetta langt, þetta var dýrt. Það var Einar Guðmundsson, sigraði í fyrstu umferð Íslandsmótsins á Akureyri. Læðist hér skemmtilega upp á brúnina. Og sjáu þetta, nú bakkar hann eins og má bakka, ekkert lengra. Og sleppur við dekkin niðri og nú er bara að klára þetta. Það er laglegt Einar, 220 stig. Það var dýrt að fella dekkin á leiðinu upp, þá var það Hans Íridal frá Svíþjóð. Það stóð til að hér kæmu Finnar en þeir leit ekki sjá sig og sjáu hvert hann fer. Hann fer bara langt út fyrir hliðið og fær aðeins 40 stig. Missir loft úr framhjóli þar að auki. 11 keppendur voru í sérútbúnumflokknum. Það er komið að Haraldi Pétursinni á Íslandi og fer hér mjög laglega í gegnum hliðið en missir loft úr hægra framhjóli þegar hann lendir. Hefði hugsanlega geta haldið áfram niður, hann fær aðeins 100 stig en sænski flaggarinn var allt og snöggur að mínu mati að flagga hann út. Kára Ingve Lundgren frá Svíþjóð. Hann stoppar hér, 90 stig og Sigurður Axelsson á þriðu og Sigurður fer að sjálfsögðu upp eins og sönnum Íslending sæmir en er óheppinn hér, lendir í holu sem að Sören hafði grafið og það er nóg til þess að festa hann þannig að hann veltur og við vindum okkur beint í þraut nr. 2. Sjáum fyrst Þóri Sjött og þegar Þóri Sjött lendir hér í barðinu þá smegist reimin eða slitnar eftir að setja reimin fyrir vökvastýrið. Það er endalaust vesen ef að svo má orðið komast í kringum vökvastýri hjá Þóri. Hann er þó komið með nýjan búnað frá A til Z og tannlæknirinn sjálfur skiptir hér reim. Og Þóri Sjött kominn með 460 stig eftir 2 þrautir. Þá er það Hans Pítur afsakið Egelund og hann leggur ekki í barðið. Sömu sögu er að segja að Einari, hann fara aðeins 100 stig hér. Og Haraldur Pétursson, þeir eru greinilega svolítið smekir við þetta barð. Mættu nú kannski fara svolítið til hægri. Eins og Gísli gerir, klóra sig síðan aðeins upp á. Það fær samt sem áður aðeins 100 stig. Það er Lars Jónsson. Það er samansagan 100 stig og við ljúkum þessu frá þraut nr. 2. Þar kom örlítið hlé og keppendur nýttu sér það til þess að dytta að bílum sínum. En við förum beint í þriðju þraut og það er Þóri Sjött fyrstur. Þóri Sjött var með 460 stig eftir 2 þrautir. Einar Guðmundsson með 320, Gísli Jónsson með 280 og Pítur Eglund með 230. En hér verður Þóri Sjött það á að slá of mikið af og hann situr fastur í þessu lausa og fær aðeins 100 stig, gæti orðið honum dýrt. Þá er það Pítur Eglund. Fer hér aðeins ofar en Þórir en fer síðan langt út fyrir braut og kemur síðan inn í hann aftur. Ekki alveg stysta leiðin eins og segir til í reglum að menn eigi að fara. En hann fær þó 300 stig. Og Svíarnir voru ánægðir með þessi 300 stig. Það var að sjá hvað Einar gerir. Hann var í öðru sæti fyrir þessa þraut með 320 stig. 140 stigum á eftir Þóri Sjött. Þóri Sjött fekk aðeins 100 stig hér.
Þannig að Einar á möguleika á að komast upp fyrir Þóri, þar hann alla leið. Sem hann gerir og fær 300 stig, komið með 620 og skýst þar með upp fyrir Þóri 7. Þá það Yngvi Lundgren. Það kom í ljós að sænsku bílarnir voru ekki jafnvel búnir eins og þeir íslensku. Hér missir hann loft úr hægra framhjóli. Það má nefna sem dæmi að Gísli G. Jónsson með dekkin skrúuð föst á felgurnar og það skýrir það hvers vegna hann missir aldrei loft úr. Og þetta kostar að sjálfsögðu veltu. Það var að sjá hvað Gísli gerir. Laglega gert. Það er ekki snert með dekk ennþá. Og fer hér alla leið. En hann fekk hins vegar ekki með 260 stig. Það er nú umhverfið að sjá hvar hann á að hafa fengið 40 stig í mínus, en dómarinn er þessi, 260 stig. Það eru 4 íslenski dómarar sem að dæmdu þarna. Engin svíi. Þá er það 4. þraut. Þar fær Einar Gunnlaugsson 300 stig eins og reyndar nánast allir keppendur. Þóri 7. Yngvi Lundgren, Lars Jóhansson. Nei, Yngvi Lundgren fær ekki 300 stig, aðeins 280 og blæs hér út hressilega, þannig að það kviknar í loftanísaranum. Hættu lítið. En menn sáu þó ástæðu til þess að slökkva þennan eld. Einar, hver er staðan eftir 4 þrautir? Ég hef ekki hugmyndu það. Engin ágiskun? Ég ætla að vona þessi mjög óvalega. Ertu ekki bara í 1. sæti? Já, ég er nú ekki viss um það. Það er kannski 2. og 3. allavega. Hver er það efstur? Já, erfitt að segja. Ég er býsna hræddur að það sé Gísli. Já, býsna hræddur að það væri Gísli, en það var nú samt Einar Gunnlaugsson sem var í forystunni. Og 5. þraut var það fella niður í sérútkomaflokknum, rétt eins og í götubílaflokki, og við erum komin í 7. og síðustu þraut. Og Gísli ætlaði sko ekkert að gefa eftir. Það er hér 300 stig í þessari þraut. Þá er það Þóri 7, hans síðasta von að ná stigum í þessari keppni og tryggja sér annað sætið. En vantar ferð hér, þetta er sama sagan eins og í þrautinu á undan. Og hann veit af því. Þá er að reyna að koma sér í burtu. Og laus olíukvarði verður þessu valdandi að olían spýtist allt vélarhúsið og niður á flækjurnar og í henni kviknar. En eins og áður tiltölulega hættu lítið og starfsmenn snöggir á staðinn. Og þetta opnaði leið fyrir Pítur Eklund. Fari hann alla leið hér þá fer hann upp fyrir Þóri 7 í stigum. Og hann stoppar hér, tapar litla 10 stigum. En fer að öðru leyti refsileist alla leið. 290 stig og skýst upp fyrir Þóri 7. Þá er Einar Gunnlaugsson. Gjör svo vel að klára á 300 stigum og þá er 1. sætið þitt, Einar. Önnur umferð fer fram á laugardaginn kemur í Gautaborg og við munum að sjálfsögðu vera á staðnum og sýna ykkur myndir frá þeirri umferð á þriðjudaginn kemur hér í Militech Motorsport. Einar Gunnlaugsson fer hér alla leið og tryggði sér þar með sigurinn í þessari keppni. Í öðru sæti var Gísli G. Jónsson, Pítur Eklund í 3., Þóri 7 í 4., Lars Jónsson í 5. og Haraldur Pétursson í 7. sæti. Þátturinn verður ekki lengri hjá okkur í kvöld. Ég kveða sinni en sjáum þeir á þriðjudaginn kemur. His heart is an empty fridge.